Stisspeysur, stuttar terlinbuxur, þykk gleraugu, feitt hár, bólur. Við þekkjum þá, við óttumst þá. Þetta eru skáktöffararnir. Það eru óskráð lög hér í ónefndum menntaskóla á höfuðborgarsvæðinu að enginn abbast upp á skáktöffarana. Þeirra klíka samheldin og hörð í horn að taka. Þeirra motto einn fyrir alla, allir fyrir einn. Þeim gengur vel í skólanum, búa yfir leiftrandi skarpskyggni og rökhyggju, í raungreinum eru þeir einráðir. Flóknar stærðfræði og eðlisfræði þrautir leysa þeir eins og að drekka vatn. Karlmenn óttast þá, konur elska þá. Hvað segja menntaskólastúlkur í dag skákmenn? Mér finnst þeir æðislegir. Þeir eru bara svona snyrtilega ósnyrtilegir og bara alveg sjúkir. Þeir eru svo karlmannlegir, svona hrokafullir og árásanhneigðir. Þeir eru æðislega spennandi, en kannski svolítið villtir. Þeir eru ekki svona menn sem maður myndi vilja giftast. Þá, ég veit ekki. Þeir óttast ekkert, lifa lífinu lifandi og lifa því hratt. En hvernig að sjá á eftir ástvini, bróður eða syni í þessa harðsvíruðu klíku? Þetta byrjaði allt með því að maðurinn minn kenndi honum mannganginn þegar hann var 8 ára. Svo fór hann upp í tappfélag þegar hann var svona 10 ára, 11 ára. Þá var hann orðinn áskrifandi að skáktíðendum og þá var nú ekki aftur snúið. Hann fer og teflir 4 sinnum í viku, er ekki kominn heim fyrir 11 á kvöldin kannski. Maður veit ekki hvernig hann er að tefla eða neitt. Já, hann dregst kannski ekki á lappir fyrir þetta 7:30 á morgnana, rétt án á hann að mæta í skólan og nú helgar þá hangir hann bara í herbergi og lærir heima. Það versta við þetta er kannski óvissan.